Konan með mönnunum tveimur á skrýmslinu við sjóinn, það verk sem ég vann í Finnlandi árið 1989 og það var sýnt á listahátíð það árið í Helsingi. Ég var með einkasýningu þar og þetta verk það unnið, þetta minni úr norrænni goðafræði, þetta sem sagt eftirmynd mín af miðgarðsorminum. Og það var þannig í norrænni goðafræði það var þannig að miðgarðsormurinn hann hringar sig í kringum jörðina og bítur í halann á sér og svo við Ragnarök þá losnar halinn og hann kemur upp á yfirborðið. En þessi teikning sem ég vann eftir, hún frá atviki sem gerist þegar Þór engdi uxahaus fyrir skrýmslið orminn og hann kom upp á yfirborðið. Og þannig að þetta unnið eftir gömlu handriti, þessi skúlptúra, þessi lágmynd af orminum. Og það sem mér fannst vera skemmtilegt þegar ég var að gera þetta, það er konan sem svo náfsalega ákveðin og hugrökk og kallarnir eru dálítið svona rægir. Og þetta er svona típist, ég hef alltaf vunnið lágmyndir bara frá því ég byrjaði að vinna. Ég byrjaði feril minn 1983 og ég hef alltaf vunnið lágmyndir. Ég hef alltaf verið mjög hrifin af því formi af myndlist. Þannig að þetta er svona típist verk eftir mig held ég, lágmynd. Það hefur alltaf flækst dálítið, nú ég að tala hrafnana sko. Það hefur alltaf flækst dálítið fyrir mér að ég svona með annan fótinn sko alltaf, ég hef einhvern veginn, ég á fullt af verkum í útlöndum. Þannig að það hefur alltaf flækst fyrir mér á ég nota íslensku eða ensku í textana mína vegna þess að það var mjög afgerandi fyrst ég var að byrja, þá vildi ég alls ekki nota íslensku því ég var að sýna þetta einhvers staðar erlendis vegna þess að mér fannst að þá myndi þetta bara vera svona exotískt skemmtilegt, eitthvað svona framandi, en mér langaði til þess að skilaboðin kæmist til skila í textatir. Og hrafnamyndina vann ég sérstaklega fyrir sýninguna í Þýskalandi í Recklinghausen og hún með enskum texta og Flight of Ideas, textin There was a flight of ideas, ég man ekki textan, ekki betur frá mig, en allavega Flight of Ideas það sem sagt komið úr sálfræði og það þegar að einhver blaðra stöðugt og veður úr einu í annað. Og þannig að ég skil ekki hrafnamál sko, en ég hef séð svona hrafnaþing, þannig að ég hugsa að það sé kannski dálítið svona flight of ideas. Og kannski líka bara eins og samfélagið okkar og samfélag manna, bara allir eitthvað að blaðra eitthvað. Ein mynd sem ekki á sýningunni í Listasafni Íslands en núna til sýnis í Safnahúsinu, en var á sýningunni í Recklinghausen, það kona sem að leiðbeina fólki það hvernig þau haga sér og það svona eldtungur í kringum, ramminn logandi og mér fannst, sko þegar ég skrifaði hana texta þá fannst mér ég var að skemmta mér með þetta sko að þetta í sambandi, þetta í rauninni að vera svona lævís og tvöfaldir í róðun einhvern veginn og hún þarna sérst að segja þeim hvernig maður að haga sér ef maður búin að gera eitthvað af sér og þá var maður að beygja höfuðið sko í auðmýkt en horfa svo beint í augun og segja ég biðst innilega afsökunar á því hvað ég gerði og þá finnst mér einhvern veginn að það sé ekki beint sko auðmýkt. Og ég sýndi þessa mynd, ég sýndi hana fyrst í Kiasma í Finnlandi á sýningu sem heitir Ars sem halda alltaf á eitthvað 5 ára fresti, svona stóra alþjóðleg sýning sem halda í Finnlandi. Hún var þar. Ég var með sýningu árið 2006, ég held í sýningu
sem að heit EBITDA og það hugtak úr fjármálaheiminum. Það er aðferð sem notuð til þess að meta verðmæti fyrirtækja. Þetta earnings before EB, taxes and amortization. Og þá sem sagt þegar það ekki búið að taka neitt í burtu skatta, þú ert ekki búin að borga skatta og þú ert ekki búin að borga vexti og það ekkert annað heldur bara það sem kemur inn í fyrirtækið. Og ég var með þessa sýningu EBITu 2006 og þá var það þannig að ég tók eftir, var allir að tala um EBITu, voru mikið EBITDA. Og ég fór eitthvað að grennslast fyrir hvað þetta væri, þetta EBITDA. Og þá þetta fjármálaheiminum. Og þá fannst mér þetta allt í einu vera bara eins og gæludýr eða eitthvað. Þannig ég gerði eitt vers sem á sýningunni sem heitir EBITDA. Og ég notaði, fyrirmyndin var bolabíturinn minn og með svo fallega bumbu og svo mikið af brjóstum eða svona spenum. Og þannig var hann svona mjög blómleg einhvern veginn, þannig EBITan mjög blómleg og svona þrútnar geirvörtur. Og svo svo vantaði mig eitthvað í sambandi við andlitið á hann og hausinn, þannig að ég fór á náttúrugripasafnið í Vestmannaeyjum og fór að skoða þar og þá sá ég að steinbíturinn hann með svo skemmtilega svona punta í kringum, ofsalega fallega punta í kringum augun, þannig ég notaði það á hana líka. Og bjóð til einhvers konar svona monstur, skrýmsli og svo fannst mér mér búið að vera í nöp, mér í nöp við listaverk sem á Hafnarbakkanum sem ég vera næstu eins og sé bara sett upp til háfungar íslenskri myndlist. Það tveir sjómenn sem að horfa til hafs og það fínt myndefni en hún alveg hræðilega illa gerð í anatómíunni þannig að ef þeir legðu niður handleggina, þá myndi einn handleggur lafa hennar á ökkla og annar hann væri á hnénu og eitthvað svona, þetta allt vitlaust. Þannig að ég gerði lappirnar á hann einhvern veginn svona í þessum andast, svona klaufsk anatómía, það gengur ekki, liðamótin eitthvað vitlaus á þessari EBITu. Og svo þegar ég var að vinna þessi sýningu þá mér fannst ekki vera í lagi eitthvað í samfélaginu þannig að þess vegna þá var ég með þessa sýningu og ég talaði við vin minn sem blaðamaður og ég bað hann að spjalla við mig hvað væri svona eitthvað hvernig það væri og þá fór hann að segja mig frá því að blaðamannafundirnir, ritstjórnarfundirnir væri oft þannig að það væri sagt þetta á ekkert erindi við almenning. Og það eitt verk af sýningunni sem stendur á þetta og ekkert erindi við almenning og það svona eins og einhvers konar snúður en það einhvers svona sporður af einhverju skrýmsli eitthvað sem að gengur bara inn í sjálft sig og maður veit ekki hvað það og það verk það fjallar þöggun og svo einn maður sem situr svona einhvern veginn voðalega lúpulegur og það stendur á honum nothing to lose og það svona partur af þessu eitthvað eymdar ástand einhvers staðar djúpt baku þetta var eitthvað svona eymdar ástand og allt svona ofsalega mikið græðgisvætt og svo var ég líka algjörlega ósátt við hvernig landinu okkar var stjórnað og til dæmis að við vorum látin taka þátt í einhverju stríð út í heimi á þess að þjóðin væri spurð að því bara einhverju tveir menn ákvaða það bara eina kvöldstund einhvers staðar og þannig að eitt verki það svona skrýmsli og það stendur á því og betra að vita þegar þau eru full að stjórna landinu og þetta bara get ég sagt að því ég er listamaður og ef einhver segir þetta sé ekki rétt og eitthvað svona, ég er að tala um þetta fyrir nokkrum árum síðan þá get ég bara, þá var þetta að segja bara já hún svo vitlaus, skrítin listamaður, hún segir bara eitthvað bull en þessi blaðamaður hann sagði mér það að það var líka þannig að stundum á fundum, blaðamannafundum og þá var bara að skera loftið á áfengisfnyk á morgnana og mér finnst það bara algjörlega óþolandi þannig að mér finnst bara allt í lagi ég er bara að tala um þetta
að því ég hirðfífl í hluti hirðfíflsins sem maður má segja allt. Ég var í myndlist- og handriðaskólanum í Reykjavík, á Íslandi, og ég var svo heppin að ég valdi deild sem ég valdi nýlistadeildina. Þá var hún alveg ný og það var alveg einstaklega gott að ég skildi fyrir mig að fara þangað. Og svo deild var mjög inspireruð af Dieter Roth. Þannig að maður kynnti svona Fluxus og einhverju svona allt öðrum viðhorfum í myndlist sem var mjög hollt fyrir svona krakka sem var bara nýkomin úr menntaskóla og hélt að það næði bara að kunna teikna til þess að geta verið myndlistarmaður. Þannig að það var svona dálítið kjaftsök fyrir mig að fara í þá deild. Og svo þegar ég kláraði skólan heima þá fór ég til New York og var þar í 5 ár og byrjaði að sýna þar. Og svo opnaðist svona einhverjir kanalar fyrir mig inn í Skandinavíu, þannig ég fór að sýna þar dálítið mikið. Og svo hef ég bara búið heima mestu leyti. Ég hef svona farið einhverja ferðir og búið svona annars slagið einhvers annar staðar. En mér líkar rosalega vel við það að búa á Íslandi og það er mikið mjög vænt umhverfið og þó við séum eitthvað kannski einhverjum hnökrar þá þykir mér bara mjög vænt það að vera hérna. Og 1997 þá stofnuðum við, maðurinn minn og ég, veitingahús og það hefur svona verið dálítið góður grunnur fyrir okkur til þess að geta sinnt myndlistina því að við höfum haft það alltaf svona í baklandinu og líka við getum við hengjum verkin okkar þar upp, þannig að þetta er svona bara ágætis kombinasjón. Já, við búum út á Granda í svona iðnaðarhúsnæði og svo eigum við ég er með vinnustofu í Vestmannaeyjum sem er algjörlega frábært og það er svo fallegt þar og fólkið er svo duglegt og mér finnst það ágætt að þeir eru ekkert voða spenntir yfir einhverju listamanni, þannig ég fæ stundum svona, eða ég fékk sérstaklega í byrjun svona bara eitthvað sem er svo skotfræðin af því að ég var afæta á samfélaginu, þannig að það er ekki eins og það sé einhver að snobba fyrir manni þar.